Kæru vinir, ég ætla að lesa eitt kafla á bókinni Maðurinn, sálin og mannkynið. Kaflinn er Vegurinn til góðs. Hver sá sem upplifað hefur kærleika Guðsorkunnar í hjarta sínu og líkama mun miðla honum áfram til annara, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Því sá hinn sami byrjar að geisla af kærleika og gleði í fasi sínu og framkomu og dreifir þannig kærleikanum áfram til annara. Þannig breiðist hann út á meðal fólksins og hefur þannig áhrif á mannkynið allt og hjálpar til við þá upplyftingu sem nú á sér stað. Slíkir einstaklingar eru víða hér á jörðinni þessar mundir til að hjálpa til við þær umbreytingar sem mannkynið gengur nú í gegnum. Svo eru aðrir sem ganga lengra og byrja að kenna og heila og miðla skilaboðum að ofan til annara með skipulögðum hætti, skrifa bækur og halda fyrirlestra. Þannig hefur boðskapur kærleika og ljóssins farið frá manni til manns langan tíma og mun svo gera áfram. Allir þeim sem finna og skynja Guðs kærleikan í hjarta sínu verða óttalausir og öðlast þannig frið, kærleika og gleði í lífi sínu. Þannig munu hugsanir þeirra, orð og gjörðir breytast sem og orkan sem streymir frá hverjum og einum. Sá sem er jákvæður í hugsun mun öðlast velgengni í sínu lífi og hann mun kenna og leiðbeina öðrum að gera slíkt hið sama. Mannkynið er ein heild og meðvitund og því er hver sál mikilvæg sem hlekkur í langri keðju. Hver sá sem vakið hefur sálu sína í líkama sínum og fær að upplifa kærleika Guðs í hjartanu hefur lyft meðvitund mannkyns. Hver sá sem breytir sjálfum sér til góðs hefur gert sitt í að breyta mannkyninu til góðs. Allt er eitt og hver sál er hluti af öllu sem er. Því er engin meiri né minni en annar, allir eru jafnir á sömu vegferð. Því er svo upplyfting sem nú á sér stað, verkefni allra sálna sem hér á jörðinni eru. Því er mikilvægt að hver og einn leggi sitt að mörkum og opna augu sín fyrir sannleikanum og hjarta sitt fyrir kærleikanum og öðlist styrk og getu til að miðla því áfram til fjöldans. Það er leiðin til að gera jörðina friðsælli og kærleiksríkari verustað fyrir þær sálir sem hér eru. Óttinn leiðir af sér hatur og sundrung á meðan kærleikurinn leiðir af sér umburðarlyndi og einingu. Hver og einn er sinn eigin frelsari sem mun síðan hjálpa öðrum að frelsa sjálfan sig. Hver og einn þarf að ganga sinn veg til andlegs þroska og hækkandi meðvitundar. Þó svo aðrir vísi veginn og leiðbenni, þá getur enginn gengið veg annars. Því er mikilvægt að hver og einn vakni til meðvitundar og hefji sína göngu til góðs og finni og upplifi kærleikan í hjarta sínu og opna augu sín fyrir sannleikanum. Það er hinn eini sanni vegur til velfarnaðar og velgengni. Allt annað er tímabundin ávinningur sem stendur veikum mætti og mun að lokum renna út í sandinn. Að þroska sálina og hækka meðvitund sína er velgengni og árangur sem er eilífur og byggður á traustum stoðum og grunni og mun standa af sér öll áföll. Vegurinn til góðs fyrir mannkynið er undir hverjum og einum komið. Margir bíða eftir einhverjum sem mun koma og frelsa þá undan þjáningum og raunum hins jarðneska lífs. En staðreyndin er svo að hver og einn er sinn eigin frelsari því frelsunin gerist innra með hverjum og einum. Aðrir geta komið og vísa veginn og leiðbeint en það er á endanum hver og einn sem þarf að ganga sinn veg til góðs, til andlegs þroska og hækkandi meðvitundar. Að skilja og meðtaka handleiðslu er mikilvægt svo leiðin og vegurinn verði greið. Sá sem er tilbúin að vakna andlega mun fá þá aðstoð sem hann þarf á að halda hverju sinni og mun svo aðstoð birtast honum með ýmsum hætti og oft úr óvæntum áttum. Það getur verið andlegu kennari, andlega bækur og eða myndbönd. Allt hefur sinn tíma og mun birtast þegar viðkomandi er tilbúin að stíga skrefið og hefja för sína á leit
að guðsorkunu og kærleikanum. Mikilvægt að halda athyglinni inn á við og láta ekki aðra og umhverfið hafa áhrif á sig og draga athyglina frá því sem innra er. Sá sem nýtur leiðsagnar og kennslu andlegs kennara þarf að skilja og meðtaka það sem sagt er og síðan þarf hver og einn að gera og framkvæma það sem kennt er. Þannig næst árangur og andleg opnun hefst. Margir eru óttaslegnir og hræddir við það sem er að gerast í heiminum þessar mundir og óttast það sem yfirvöld eru að boða og framkvæma. Allt hér á jörðinni er tímabundið en sálin er eilíf og henni fær ekkert grandað. Ýta þarf óttanum úr brjóstinu og opna hjarta sitt og líkama fyrir kærleika guðsorkunar. Þetta er leiðin til þeirrar umbreytingar sem nú eiga sér stað. Margir munu upplifa miklar þrengingar á komandi tímum, hvort sem það er varðandi frelsi og eða fjármál. Yfirvöld munu ganga eins langt og þau komast til að halda völdum sínum og áhrifum. Það er því mikil áskorun að hefja andlega vakningu á slíkum umbrotatímum þar sem margt í umhverfinu hefur truflandi áhrif og er í andstöðu við kærleikann sem hver og einn þarf að finna í brjósti sínu. Egóið og hið falska sjálf innra með hverjum og einum munu reyna að stöðva og hindra förina. Í byrjun fararinnar eiga sér stað mikil innri átök vegna alls þess áreitis sem frá umhverfinu er þessar mundir. Þetta gerir andlega vakningu og opnun krefjandi og erfiða og auðvelt er að beygja af leið og gefast upp. Þetta er einn hlykkjótti mjói vegur sem allir þurfa að lokum að ganga. Með staðfestu og hugrekki mun viðkomandi komast áfram og hindrununum fækkar í hverju skrefi. Óttinn fjarar út og viðkomandi lærir að vera meðvitaður hugsanir sínar, gjörðir og orð og beinir þeim ávallt í átt að kærleika, hamingju og þannig mun förin léttast í hverju skrefi. Gott er að læra að stjórna huga sínum og hugsunum með hugleiðslum því þannig lærist að vera meðvitaður hugsanir sínar og óttinn fjarar út og kærleikurinn kemur inn. Fréttir og mikið af því efni sem birtist í fjölmiðlum er til þess gert að hafa áhrif á huga og hugsanir viðkomandi. Þetta hefur áhrif á undirmeðvitundina sem leiðir viðkomandi niður hinn breiða veg til glötunar og þjáninga. Því óttinn er stjórntæki ráðandi afla. Bænir og hugleiðsla er vegurinn fram að stjórna huga sínum og vera ávallt meðvitaður líðan sína og tilfinningar. Þannig nær viðkomandi stjórn á sínu lífi og líðan. Að læra að láta ekki umhverfið og annað fólk stjórna og ráðskast með líðan sína og öðlast þannig frelsi fyrir allt og öllum. Að skilja og meðtaka að óttinn, kvíði og áhyggjur eru aðeins blekkingar hugans er leiðin til góðs því þannig er hægt að ýta þessum fylgifiskum úr lífinu fyrir fullt og allt. Þessir fylgifiskar eru miklir faratálmar í andlegum þroska hvers og eins og tefja förina til góðs. Að vera meðvitaður hugsanir sínar og tilfinningar hverju sinni og læra að bæja óttaslegnum hugsunum frá þegar þær koma upp í hugan er leiðin til að losa sig undan þeim þjáningum sem óttinn og kvíðin geta skapað hverjum og einum, sem geta valdið mikilli vanlíðan hvort sem eru líkamlega og eða andlega. Því er til mikils að vinna. Skiptu óttanum út fyrir kærleika og þannig vaknar sálin upp af löngum dvala. Þegar sál og hugur hefur sameinast er viðkomandi komin í Guðs ríkið í líkama sínum. Að læra að láta ekki aðra sem á umhverfi sitt hafa áhrif á líðan sína og tilfinningar er mikið frelsi. Margir láta stjórnast af öðrum og reyna að lifa eftir væntingum og skoðunum annarra en slíkt leiðir aðeins til þjáninga og fjötra. Slíkt er óleysanlegt verkefni, óháð því hvað maður reynir. Að vera meðvitaður sínar þarfir, langanir og væntingar og að lifa eftir þeim er vegurinn til frelsis. Sá sem kemur fram við aðra af kærleika og góðmennsku og hefur hag heildarinnar að leiðarljósi þarf ekki að óttast álitni skoðanir annara.
Ávallt skal uppfylla sínar þarfir, vonir og væntingar og lifa þannig lífinu til fulls í hverju augnabliki. Slíkt leiðir til árangurs og velgengni í lífinu. Slíkt leiðir til frelsis, andlegs þroska og hækkandi meðvitundar. Það er vegurinn fram til góðs. Mikilvægt er að vera sjálfsmeðvitaður í hverju augnabliki, í hugsunum og tilfinningum, vera meðvitaður líðan sína hverju sinni og læra að beina þeim inn í jákvæðar og kærleiksríkar áttir í hverju augnabliki. Að læra að sættast við það sem maður hefur af hinu veraldlega, að læra að njóta alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða hverju sinni. Ekki taka meira til sín en þörf er á, því það er græðgi, sem er ein birtingamynd óttans. Slíkt leiðir ávallt til innri þjáninga og vanlíðanar. Trúðu og treystu að Guð muni sjá þér fyrir húsaskjóli, fæði og klæði og öllu því sem þú þarft á að halda hverju sinni. Lærðu að njóta þess sem þú hefur og lærðu að njóta lífsins í hverju augnabliki, hvort sem það er í leik eða starfi. Þannig öðlastu andlegan þroska og hækkandi meðvitund. Þannig lærist að lifa í augnablikinu hverju sinni og upplifun lífsins nær hámarki. Að lifa áhyggjulaus og óttalaus er leiðin fram á við, þá vaknar sálin og þannig frelsar hver og einn sálin undan falska sjálfinu og egóinu, sem fram til þessa hefur stjórnað lífi viðkomandi. Lærðu að róa hugan og hugsanirnar með hugleiðslu, tæmdu hugan af hugsunum og leyfðu þannig sálin að koma fram. Þannig opnast viskubrunur sálarinnar. Hinn innri viska er leiðin til frelsis og vegurinn til góðs. Í sálinni búa mikil viska og kærleikur sem eru aðgengileg hverjum þeim sem leitar. Slíkt eflir innsæið og þannig öðlast hver og einn innri áttavita sem leiðir viðkomandi hinn rétta veg í lífinu, sem uppfyllir markmið sálarinnar í átt að þroska og til hækkandi meðvitundar. Andlegur hluti hvers og eins, samspil huga, egós og sálar hefur verið eins frá því að maðurinn kom fyrst í jarðarinnar og þetta hefur ekkert breyst í aldanna rás. Markmið með veru mannsins hér á jörðinni er að öðlast andlegan þroska og hækkandi meðvitund og að lokum að frelsa sálina undan egóinu og hinu falska sjálfi. Slíkt hefur verið og er kallað andleg vakning og opnun. Ferill sem tekur mislangan tíma hjá hverjum og einum. En aðferðirnar á leiðin er ávallt svo sama. Að læra að stjórna huga sínum og hugsunum og beina þeim í kærleiksríkar áttir sem er andlegt fóður fyrir sálina, sem nærir hana og kemur henni upp á yfirborðið. Barátta heimsins er í raun hugan og hugsanir fólks og hafa fjölmiðlar haft mikil áhrif á að beina huga fólksins til blekkinga, ótta og sundrungar. Því er andleg vakning erfiðari nú en áður vegna þessa mikla áreitis sem nú herjar á fólk með miklu upplýsingaflæði sem er misgott. Því er ávallt mikilvægt að láta ekki fjölmiðla né nokkurn annan ráðskast með huga sinn og hugsanir. Sá sem hefur gengið í gegnum andlega vakningu lætur slíkt ekki raska rósinni lengur og hefur öðlast frelsi fyrir öllu því áreiti sem fyrir finnst þessar mundir í umhverfinu. Fréttir hægt að skapa þann ótta sem þær áður gerðu og skoðanir lífsins eru hans eigin en ekki annara. Þetta er enn ein leiðin til frelsis og vegurinn til góðs. Allt það sem upp hefur verið talið hér eru leiðbeiningar sem hjálpa til við þær umbreytingar sem nú eiga sér stað í heiminum og hjá mannkyninu. Hver og einn þarf að huga að sinni för, rækta sálina og læra að lifa frjálsi kærleika og hamingju í hverju skrefi lífsins. Þannig hefur hver og einn lagt sitt að mörkum til að hjálpa mannkyninu í gegnum þessar umbreytingar. Þannig kemst mannkynið yfir á fullorðna tímabilið og unga tímabilið líður undir lok. Þroskaða tímabilinu fylgja nýjar áskoranir og verkefni sem leiða enn til aukins þroska og sálnanna, sem hér á jörðinni dvelja hverju sinni. Förin heldur eililega áfram með nýjum áskorunum og verkefnum til að leysa úr, sem leiða til andlegs þroska hvers og eins og hækkandi meðvitundar.